Nú ætla ég að fara sem sagt sameiginlega með ykkur í gegnum verkefni 6. Ég veit að við höfum ekki farið nákvæmlega í Arduino, en ég ætla að athuga bara að opna þau skjöl á innunni sem við þurfum á að halda. Það til dæmis hérna undir efni, það kafli sem segir Arduino og hérna efst hjá ykkur ætti að vera verkefni 6 með NTC við tvístöðuregli. Hér var þetta almenna verkefni bara sem ég var með fyrir hvaða tæki sem var. Þá gátu menn bara útbúið alls konar mismunandi mögulega rásir og hérna tæki með Arduino. En núna þar sem við höfum bara svona stuttan tíma, þá ætla ég að fara í gegnum eitt verkefni og við erum með spurningar og svör við því. Svo að það það sem við setjum inn í þetta verkefni 6, þetta skjal hérna. Við vinnum í því. Kóðinn fyrir þetta hérna strax fyrir neðan, væntanlega í línu 2 hjá ykkur. Það kóðið fyrir tvístöðuregli og hlaðið honum líka niður. Og ég með þessi 2 skjöl hérna. Það sem sagt, þetta já, þetta reit byrjum við. Ja, þetta það sem ég er búinn að setja inn. Já, byrjum við. Það já, þetta verkefnið sjálft sem að þið hlaðiði niður og það sem að ég var búinn að gera teikningu af þessari upptengingu. Við erum hérna með NTC mótstöðu og við erum með viðnám. Þetta að vísu ekki rétt stærð á mótstöðunni. Þetta hérna rauður brúnn. Þetta 220 ohma mótstaða. Minnir að sé 10 kilo mótstaða sem á að vera í þessu. En hér höfum við svo, já, rétta stærða mótstöðu. Þetta væri alltaf í lagi að hafa 220 ohm. En ég tek þetta reyndar í gegnum transistor, þannig að þessi mynd ekki alveg nákvæmlega rétt. Þó að hún gæti alveg virkað, skiljið. Svo hérna tengi ég bara inn á þetta með USB tengi og þannig fær Arduino Nano borðið hérna spennu frá tölvunni. Og svo tengjum við 5 volt hérna út í NTC mótstöðuna og ground bara í þessa línu hér ef við þyrftum, við þurfum á þessu að halda fyrir transistorinn á eftir, en hann ekki hérna sýndur. Ok, þannig að þetta teikningmyndin sem að ég setti inn í þetta skjal og þar fyrir neðan sem sagt þá líka svona spurningar hérna úr kóðanum. Svo að við svona spáum aðeins í þetta, hvernig þetta uppbyggt. Og það sem að við gerum þá næst, það hreinlega að ná í kóðan. Hvar best að setja hann hérna inn? Bara undir framkvæmd, því að við getum hérna farið í að lýsa virkninni seinna. Við getum í rauninni bara sett kóðan þangað, af því að þið komið til með að skila þessu skjali, að þá skellum við bara kóðanum hérna inn. En reyndar þá við hérna erum líka með Arduino á vélunum sjálfum. Þannig að ég held kannski bara næsta skref sem að núna, þegar allir búin að opna þetta skjal og kóðan sjálfan, sem sagt í hinu Word-skjalinu, þetta skjal hérna, þegar næst efsta og efsta undir efni, að þá förum við bara í það að ræsa forritið Arduino. Þá skrifið bara inn hérna, leitið að Arduino, þá þetta að vera Arduino app stendur hjá ykkur. Finnið þið þetta ekki? Því að það til dæmis eins og svona monitor í þessu sem að það geta allir notað. Við tengjum bara í samband rásinni í stutta stund hjá hverjum einum, þá hægt að prófa þetta og sjá þetta virka.
svo að þið ræsið upp Arduino forritið, eða þetta er kallað Arduino IDE, og þetta er eitthvað alveg líka. Ég er að taka þetta upp þannig að þú getur gert það ef þú ert í einhverjum vandræðum. Já. Þú getur byrjað skjalið hérna og svo getur þú klárað það heima. Við förum í þessar spurningar sko. Spurning hvort við verðum mjög fljótir. Ætlar að komast hérna? Góðan daginn. Þannig að, já, þið eru búin að opna bæði skjölin og forritið, Arduino. Búin að reyna að opna hérna Arduino IDE. Arduino, þú sér það, bara opna þetta sem. Forrita? Sko, ok. Koma þér inn í þetta líka. Þú ferð inn á innuna fyrst. Og undir efnið þar hjá þér. Og þeir sem eru búin að opna forritið, náðu þið bara í kóðan, bara kópera allan kóðan og setja þetta inn í forritið. Það er undir, já, það er réttur áfangi fyrst. Hvað sagði þetta forritið þitt? Ef þú skrifa bara Arduino. Skal maður taka öll kóðar sem fyrir? Já, takk, þetta er verkefnið. Já, endilega. Mjög góð athugasemd hérna. Mjög góð athugasemd. Að hérna, þegar þið opnið forritið, þá eru þið með eitthvað bare minimum. Já, það er eftir skjölið þarna. Það er verkefnið og góður. Þetta og næst eftir líka. Kólinni í neðri, já. Því að ef að þið skiljið þetta eftir, hérna, getum við að sýna þetta hérna. Sko, hérna var ég með eitthvað, ég ætla bara að fara hérna í New. Sjáuðu. Nei, strákar, ekkert vera að fara í downloada nýri útgáfu því að það hefur engin réttindi til þess að setja upp nýtt forritin á þessar vélar, þannig að það þýðir ekki að gera neitt svoleiðis. Þetta er tiltölulega nýlegt, eða allavega þetta hlýtur að vera alveg þokkaleg útgáfa af Arduino, því að ég bað tölvudeildurum að setja Arduino bara, það var gert í gær eða fyrradag. Þannig að þetta ætti að vera vel nothæf útgáfa þar sem að já, sko, þegar þið opnið forritið þá kemur hérna upp þetta bare minimum sem er kallað er. Þannig að það er hægt að setja strax inn í þetta í setup og upp að endilega byrja á því að hreinsa þetta í burtu. Velja þetta allt saman og deleta. Því að ef við gerum það ekki, þá bara getum við ekki keyrt neitt. Límum bara hitt fyrir neðan, þá bara er allt í klessu. Það er ekki hægt að gera neitt, sko. Og hérna, þá náum við í skjalið sem að er hérna, sem að heitir verk 6 NTC Sketch. Það er bara að taka allt þetta hérna, því að hérna er í rauninni verið að skilgreina, hér er texti, / stjarna. Þetta bara segja að hérna er texti að byrja og þannig að það tekur ekkert mark á þessu. Bara bull. Það þarf, nei, alls ekki neðsta. Sko það sem að
Slaufuloki svígast, slaufusvíi lokast ætlaði að segja. Ég ætla ekki að fara út í slaufuloka hérna. Hérna sko, þarna það sem stendur fyrir prófum tækis, við tökum það ekki með náttúrulega. Þið sjáu það að hérna er slaufusvíi rétt þetta fyrir neðan. Þann verðum við náttúrulega að taka með. Annars virkar þetta ekki. Kópi. Eru þið ekki búin að gera þetta nokkur sinnum? Og svo þegar þetta er alveg hreint þá límum við þennan kóða allan hérna inn. Og hérna fyrst og fremst sko fyrir þá sem kannski þurfa að vinna þetta heima að ég tek þetta upp og ég er bara að fara mjög svona stikla og stóru í gegnum þetta að enda höfum við bara daginn í dag til þess að hérna fara í þetta og þá getum við prófað að gera þetta á flestum stöðum þessum við kannski 4 saman getum við prófað að tengja þetta og breyta kóðanum og svo framvegis. Ég svo sjá, ég veit ekki, kannski þarf ekki að vera svona stórt hérna. Þetta er svo svakalega, sko vandamálið er hérna, ég get ekki auðvitað breytt stærðina á þessu hér, þannig þess vegna fer ég bara yfir í skjalið, það er langt best. Að rétt að renna yfir uppbygginguna á þessu. Þetta er rauninni sett inn í ákveðið form, þannig að það er sett upp fyrst sko hver höfundurinn af þessu, þannig að það er getið heimilda hérna. Alltaf ef að þið eruð að taka svona tilbúinn kóða og breyta honum fyrir ykkur og kannski er að senda hann frá ykkur líka, þá er að gera að vísa í upprunalega heimildir. Það er bara almenn góð regla. Þetta er open source og maður má nota þetta bara. Það er bara það er verið að deila þessu á milli manna alveg hægri vinstri, en það er bara gott að geta heimilda. Þannig að maður þurrki þetta ekki út þegar maður er að hérna, senda þetta frá sér til einhverja annara eða eitthvað slíkt, kannski búin að breyta kóðanum og þá vita menn ef að þeir þurfa ef eitthvað hefur gerst í kóðanum og þeir kannski þurfa upprunalega heimilduna eða finna upprunalega að þessum kóða þá geta þeir fundið kannski réttan kóða ef hann hefur skemmst eða eitthvað hefur komið fyrir, skiljiði. Þess vegna er mjög mikilvægt að halda þessu til haga. Ok, svo er hérna bara þetta ákveðið form, hérna er notes, uppfærslur og alls konar svona og síðan kemur hérna upplýsingar hérna er termistorinn sem sagt og svona almennt sagt hvernig við tengjum þetta upp og setjum inn hérna skilgreiningar hérna fljótlega sko og það er verið að reyna að útskýra hvernig við þurfum að koma tölugildum á rétta staði og svo framvegis og við látum ákveðin minnishólf fá sín nöfn, gefum hérna það eru sem sagt sett inn ákveðin konstantar hérna og svo er stærðin á sem sagt minnishólfinu skilgreint líka, eins og hérna doppul, þá er þetta sem sagt tala sem er ekki bara binary, heldur hún er miklu stærri og er þess vegna sem sagt floating point tala eða það heitir rauntala á íslensku eða komutala. Þannig að hérna þá er sett inn hérna sem sagt svokallaðir konstantar til þess að innihalda nauðsynlega tölugildi og til þess að við skiljum hvað er þá
hvað þá sett nafn á viðkomandi minnishólf þar sem þetta geymt. Svo að við meira segja tekur hann fram í þessum texta að við til þess að fá þetta eins nákvæmt eins og við getum að þá mælum við raðtengda viðnámið sem sagt raðtengist NTC mótstöðunni sem við sjáum að þetta viðnám sérstaklega mælt. Þetta vitlaus stærð sýnd þetta á að vera í kringum 10 kílóum og þá sú stærð sem við mælum því að þetta framleitt og þetta örlítið frávik á öllum svona mótstöðum að setjum við það tölugildi sem viðnámsgildi sem við mælum bara beint inn í kóðan til þess að fá þetta eins nákvæmt eins og hægt Svona NTC mótstæðarnar, þær eru framleiddar og eftir ákveðnum staðli, þannig að svo þetta bara fer eftir því hvað þær eru nákvæmur líka, hvað við fáum góða hitastigs afleysningu af þessu. En að þá við erum búin að setja þetta inn, við skulum bara aðeins hoppa yfir í Ég fer betur yfir í kóðan aftur seinna, aðeins að hoppa yfir í forritið þar sem við getum gert fyrst til þess að kanna hvort við höfum nokkuð klúður af því að setja kóðan inn, þá getum við smellt á Verify. Af því þið eru búin að kópera þetta inn núna lang flestir, þá smellum við á Verify. Þá biður hún einhvern stað til að vista þetta á. Ég vista þetta bara inn á mitt svæði. Já, það allt í lagi. Og þá kemur dagsetningin í dag, skrárnar sem að verða til þegar við keyrum þetta eða sendum þetta niður og svo framvegis, þær heita alltaf skets. Notendaforritin frá þessu forriti eru kallaðar skets frá þessu Arduino IDE og svo kemur dagsetning, febrúar 18 og er eitthvað A, kannski til þess að ef fleiri útgáfur gætu komið 18. febrúar, svo kemur A, B, C og svo framvegis ef ég bý til fleiri. Og ég með eitthvað það sem að ég hef verið í nóvember að setja þetta, þannig að ég setja þetta bara í þessa möppu. Og þá byrjar svo kölluð compiling og verða að kanna hvort að forritið í lagi. Og ef allt gengur upp, þá fáum við fram done compiling og skets uses eitthvað ákveðið fjölda af bætum og hann segir hvað hæsta gildi sem við hefðum í þessu og hvað notar mikið af minninu og svo að þetta virðist vera allt eðlilegt. Og já, það ekkert fleira sem að kemur fram. Síðan í rauninni, þá ef við ætlum að breyta einhverju þá í rauninni hægt að þá hægt að bara skella sér inn í kóðan. Hér til dæmis tvístöðureglerinn sjálfur. En ég ætla ekki að sýna ykkur þetta, þið sjá ekki neitt á skjáinn, þannig að ég ætla aðeins að fara út úr þessu. En kannski áður en ég fer út úr þessu, þá á eftir það sem við gerum, þegar við erum búin að tengja okkur við borðið með Arduino Nano brettinu, að þá förum við í Tools og í Serial Monitor, þá getum við verið í samskiptum við Arduino borðið og hlaðið eða fengið svör eða þá fáum við tilbaka hitastigs upplýsingar og eins þá getum við fengið fram þennan texta sem settur inn í kóðan. Og þá ætla ég að opna það hér, af því að þetta svo illa hægt að sjá, það svo voðalega lélegt að sjá þetta svona
á tjaldinu. Ég ætla að stækka þetta hérna, ég setti inn í Word-skjal þannig við sjáum þetta betur. Sko, yfirleitt þá byrja sem sagt forritin á því að við erum með alls konar skilgreiningar. Það kallað setup og síðan má segja bara aðalforritið sem þá kallað loop. Þá stendur þetta void loop og svo oft hérna sjáum við delay, svo þá sett seinkun þannig að við sjáum eitthvað gerast og það sem að þetta að gera til dæmis hérna að hann að bera saman segir hérna if skipun að ef mælt hitastig current temperature er stærra en þetta hérna current temperature eitthvað eða minna en 24 gráður hérna að þá á hann að senda út á skjáinn sem sagt hérna þennan texta hér og sko þessu getið þið breytt auðveldlega án þess að forritunin fari eitthvað í rugl því hérna sjáið þið hérna kemur svígi og gæsalappir opnast og þá hérna getið þið sett inn og breytt þessum texta endilega gerið það, prófiði það og inn í forritinu og sem sagt ef að hitinn meir en 24 gráður að þá kemur hérna annar texti fram að hér segir að þetta einhver matur og ég fatt ekki hérna brandarann hérna á bakvið þetta en hann örugglega til og það líka hægt að skrifa hérna núna allt of heitt eða eitthvað svoleiðis þannig að þessar upplýsingar koma þá á skjáinn og á þennan serial monitor sem að við opnum og auðvitað gætu við líka sett þetta á okkur kristallskjá sem maður gæti tengt við ef við værum með það ég bara ekki með það í augnablikinu og síðan annars ef að hitastigið ekki svona hátt eða undir þessum mörkum þá segir bara else hérna þá kemur þessi skipun hérna skrá þetta bara að það ískalt hérna og kemur þessi texti á skjáinn þannig að þetta svona skemmtunin á bakvið þetta Virka íslenski stafi? Já, ég held það Ef það að breyta þessu? Já, endilega breyta þessu sem hérna innan svigans þess að innan gæsalappana hérna því að já, ef þið breytið þessu núna þá ætlum ég bara að gera smá hlé þannig að þið geti gert það og á eftir þá förum við tvístöðureglin sem í rauninni bara þessar hérna 1, 2, 3, 4 línur þetta tvístöðureglin og ég ætla aðeins að smella hérna á pásu tvístöðureglinin sem sagt þessar 4 línur hérna að segir if current temperature þetta hitamælingin ef hún lægri en 24 gráður að þá sendum við sem sagt út á útganginn með þessari skipun hérna digital write hátt gildi high hérna og útgangurinn númer 11 og hann verður bara hár og þá gætu við þess vegna verið að hita upp rýmið eða ef það á að vera hérna einhvers staðar í milli 24 og 26 gráðu hitastigið við getum hugsað okkur þetta tiltölulega hlýtt hérna sem að vera þetta að vera kringum 25 gráðna sennilega og svo kemur hérna else if current temperature sem sagt mælingin á hitastiginu hærri en 26 gráður þá sendum við út á útganginn lágt gildi út á pinna 11 lágt gildi þannig að hann kveikir eða hitastigið minnkar niður í 24 gráður og slekkur þegar við erum komin upp í 26 gráður þannig að þannig hann að regla á milli og já, ég sagt kalluðu ekki það bara differensin þarna bara 2 gráður ekki satt þannig að þetta tvístöðureglir með 2 gráðu differens
og þannig að hérna, þetta gætum við notað í öllu mögulegu. Þetta er bara einföld stýring sem að þið getur bara hreinlega tekið bara beint hérna og sett upp hvar sem og hvenær sem Hins vegar, þetta fyrir hitun. Hvað gerum við ef við ætlum að kæla? Ef við erum með ískáp eða eitthvað? Bara víxla hæg og lóg. Já, eða ekki. Jú, í sjálfu sér væri það alveg hægt. Það er hægt að við tafa ískáp í 24 gráðum. Já. Sko, já, það er alveg rétt að það er alveg hægt að víxla þessu hæg og lóg, en hérna, skulum aðeins prófa eitt, að það er hægt að gera það líka öðruvísi, svona þar sem að við myndum bara snúa við merkinu hérna, og ef að, sko, hvað er hitast í ískáp, ef að leyfa honum að fara upp í svona 5 gráður, það er dálítið kalt, reyndar, en allt í lagi, ef að segja það, ef að leyfa að fara upp í 5 gráður, þá breytum við þessu merki hérna í þegar að hitastigið er meira en 5 gráður, 5 hérna, þá fer útgangurinn, þá fer pressan í gang, og myndum við láta pressuna fara í gang, ekki satt, og else ef að hitastigið er komið niður fyrir, þá er það sem sagt minna en, hvað er að fara með í mínus eitthvað? Já, ekki endilega, í kannski 1 gráðu, ég var að segja það, eða 0, já, það er kannski heldur mikið, segjum við 1 gráðu. Þannig að hérna væri við að með tvístöðureglun hérna á milli, þetta getum við gert líka. Það bara breytir við formerkjum þarna? Já, ég breyti, sést þetta nú vel núna? Þetta er líka ekki alveg fyrir miðju, að þá segi ég bara if current temperature er meira en 5 gráður, ég vil hafa svakalega kalt í kæliskápnum hjá mér, þá fer kælipressan í gang, pinni 11 verður með háttgildi, annars ef að hitastigið verður minna en 1 gráða, að þá slekki ég á pinna 11, þá slekki ég á kælipressunni. Þannig að þetta gæti verið svona auka stýring fyrir kæliskáp hjá okkur, eða ekki? Er þið ekki til í að prófa þetta helgina? En hérna, næsta mál, það er að við erum með hérna skiptingu á þessu í skilgreiningu, sérst á kóðanum í skilgreiningu, og skilgreina öll heiti á minnishólfum, og svo er líka sett upp hérna formúla inn í kóðanum til þess að reikna út rétt hitastig út frá viðnámsgildi NTC mótstöðunar. Þetta er allt saman inn í þessum kóða. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í það, ég ætla að draga saman bara í þessum spurningum svona helstu atriðin í þessu, því að við gætum alveg gleymt okkur endalaust í þessu. Þannig að það var ekki í þessu skjali, það var í hinu skjalinu hjá mér, þessu hérna. Já, hérna voru spurningarnar, sem sagt, hvernig er inngangur skilgreindur, sem sagt, inngangurinn er það sem að NTC mótstaðan tengist inn á, og við skulum rétt skoða hérna á myndinni, hvar tengist NTC mótstaðan inn á þetta? Það er hérna, ef við stækkum það nógu mikið, þá sjáum við það á þessari mynd að þetta er analóg inngangur 0, sjáu þið. Það er analóg inngangur 0, hann tengist inn á það, mælingin fer þangað. Ok, og þá ætla ég aðeins að skoða hérna eitthvað hér. Hann er skilgreindur svona, sko. Hann er skilgreindur þannig að það er INT, þetta er integer, stendur fyrir heiltala heiltölu, en þetta er rauninni, já, bara tegund af hérna gögnum sem er inn í þessu minnishólfi sem að fær heitið termistor pin. Og
og hann er númer 0. Þetta er þá termistor pinni 0 og þetta er fyrir einhvers staðar í kóðanum, þá þurfum við að hafa þetta. Og þetta er útskýringar frá höfundinum hérna. Það eru sem sagt 2 skástrik settir að skilgreina, þetta kemur texti hérna fyrir aftan, útskýringar, texti, komment sem hann hefur verið duglegur að merkja inn á og útskýra hvað kóðin er að gera. Og hér segir hann þar sem að analog digital converter sem sagt mæli gögnin samples koma inn frá spennudeilinum eða útganginum á spennudeilinum sem er í rauninni bara tengingin á milli NTSC mótstöðunar og föstu mótstöðunar. Þetta er voða svona sett fram á ensku sem er ekki mjög auðvelt að skilja en spennudeilir, það er svo sagt resistor divider, spennudeilir og útgangurinn frá því er bara tengingin hérna á milli sem við sáum hérna. Þetta hérna er þessi útgangur frá þessar rás hér, skilji. Þetta er ekki útgangur frá Arduino borðinu, alls ekki. Þetta er inngangurinn inn á Arduino borði hérna sem við erum að skilgreina hérna. Allt í það. Þá höldum við áfram með þetta og hvaða inngangur er þetta? Hvaða inngangur er notað fyrir NTSC mótstöðuna? Það er A0. Og sem sagt, nafnið á honum, það er sem sagt termistor pin. Ok. Skráið það. Og síðan er að spá í með útganginn í D-lið. Hvernig er útgangur skilgreindur? Sko, hann er í rauninni ekkert skilgreindur sérstaklega, hann fær ekkert sérstakt nafn eða þannig, en þetta er bara að vísa beint út á pinna 11, á digital pinna 11. Það er bara að gefa beint skipun út á digital pinna 11, sem sagt 11 fer í háttgildi eða láttgildi til að stjórna því hvort að þessi digital útgangur er settur í háastöðu eða lágastöðu. Og þá segir maður digital write og svíi 11, low, þá fer hann í láttgildi. Digital, síðan kemur bein lína og stórt töltaf digital write. Sjá þetta núna. Ég reyndi að stækka þetta aðeins. En þetta tákn hérna er hægt að finna sem sagt einhvers staðar í ASCII kóðanum eða Unicode. Og útgangurinn hann fær númerið D11 af því að þetta er digital útgangur 11 og svo sem sagt erum við búin að komast að því að þessi stýring var fyrir hitun. Já. Þið voru búin að skrifa hérna D-liðin eða ekki, þannig ég má fara aðeins neðar og D11 og þetta er fyrir hitun og síðan gætu við breytt kóðanum svona fyrir kælingu eða eins og þið voru að segja bara skipta á high og low. Það var aftast í D, ég var ekki langt í D. Vantar þér meira? Nei, bara þetta? Ok. Hvernig gerir maður Svona strik. Þið farið bara inn í kóðan og kópir þetta. Kópirið þessa skipun. Digital write skipununa. Þá kemur þetta tákn með.
Ég man það ekki. Í kóðanum mér er ekkert svona skrif. Ó, Þetta er bara digital hæ. Þetta er hæ. kannski hefur Word bara verið að bæta sig við. Ef ég fer inn í kóðan hérna, þá hefur kannski Word verið að bæta sig við. Ég man ekki hvort að þetta er. Nei, þetta er ellið. Þetta er ellið. Hvað, ég er bara að rugla hérna. Þetta er ellið í digital. Ha? Það kemur, nei, það kemur samt hérna eitthvað tákn á milli. What? Já, ein spurning Ég skil þetta ekki. í G. Já. Hvernig þarf að breyta kóðanum fyrir kælingu? Já, en hvernig gerir maður þannig hvernig gerir maður þetta hérna? Já, slaufusugan. Slökusugan. Maður ítir á allt takkan og skrifar eitthvað fallegt númer hérna á sem sagt. Allt 7. En sko, langbest er bara að taka, kópera þetta úr kóðanum svo að þið fáið þetta allt saman rétt, skiljið. Farið bara yfir á hérna síðuna með kóðanum, finnið tvístöðureglin. Ok. Býttu nú við. Hvar finnur Hvar var tvístöðureglirinn? Þegar ég alltaf fram hjá hann. Hérna er hann. Hérna, þá kópera bara þessar 4 línur. Því að við erum ekkert að taka meira en þetta. Finnur þetta ekki í kóðanum? Þetta heitir verk 6 NTC. Ertu búin að út með að skrána? Ok. Þá finnur bara þennan kóða. Já, allt í lagi. Við erum í rauninni búin að fara yfir svona meginefni og þú getur í rauninni skilað þessu eftir þetta. Það er bara að þú veist að fælla inn í hitt sem að bara segja til hvers þetta tæki er og svo framvegis. Ljómandi, gangið við. Er það svissa á hæ og ló? Já, ég meina það er hægt að gera það, reyndar það sem ég var að gera hérna, það var að ég breytti þessu hérna. Ég breytti meira en hérna, ef að hitastigið er meira en 26 gráður, þá myndi ég setja kælinguna í gang. Kæliviftuna eða hvað sem það myndi fara í gang. Og þá yrði útgangur 11 hár. Og ef að hitastigið fer niður fyrir 24 gráður, þá fer hann út. Og þið sjáið það að vegna þess að þetta er þarna þessi hitastigsmunur, að þá ættum við aldrei að lenda í því að þetta færi að glamra, skiljið, út og inn. Hafið þið séð búnað sem er með kannski svona mekaníska snertu sem var að kveikja einhverju sem alveg við það koma inn og smettir aftur út, eða einhver búnaður sem eru of naumt stiltur þannig að hann er að glamra út og inn. Hafið þið ekki séð þetta, til dæmis við útiljós. Kemur inn, svo fer það út aftur og þarna er það langt bil á milli að þetta gerist ekki. Nefn að hitastigið sé svo gríðarlega hratt að breytast að þetta er óhugsandi að það geti gerst. Þannig að þetta er síðasta spurningin sem við ætlum að svara í þessu sem sagt sameiginlega. Þið eru allir komin með þetta? Ok, ekki alveg? Nei, allt í lagi. Það má alveg klára að gera þetta því að þá bara förum við að tengja þetta. Bara svo að við höfum meiri tíma fyrir ykkur að prófa þetta, þá ætla ég bara að sleppa því að setja þetta sjálfur í gang. Heldur bara við finnum, við reynum að finna þetta.
gjör svo vel. Þú reynir að setja í samband í tölvuna og reyna að finna út hvar portið hvað portið og við þurfum líka að velja eitthvað eldri útgáfu af Arduino Nano til þess að þetta virki. Ég fer í plotterinu Já, en þá þú komið þetta samband við þetta. Autoform. En sjáðu, það eitthvað skrítið litur á þetta. Sko, þú veist, þetta ekki COM 1. Við þurfum að finna rétta COM-portið. Þá fer ég í... Já, svo að það getur verið tools og við þurfum líka að velja, sko, það eitt í þessu sem við þurfum að velja... Fix, encoding and reload. Aðeins að reyna að fara sameiginlega í stillingar þegar við erum búin að tengja þetta við tölvuna. Við þurfum að fara og finna í tools ákveðið rétt, borð og svo framvegis. Við þurfum að fara í, segi hjá mér að þetta sé Arduino Nano, það bara tilviljun, því ég kannski verið að það síðast, en sennilega er þetta stilt hjá ykkur Arduino Uno, tjekkið á því. Já, ég hafa þetta í Arduino Nano. Alveg endilega, því að það er það sem er tengt við PC-tölvuna, skilur við. Það verður að vera með rétt port, rétt tegund af... Þá fyrir serial monitor aftur. Já. Já, board. Já, býtu nú við, en býtu nú við. Þú ert búinn að skilgreina að þetta er Arduino Nano, ok. Svo, næsta skref að, er þetta hægt? Að fara í get board information. Það er ekkert víst, því að, ég er ekkert náttúrulega tengdur, en... Please select a port to obtain board info. Kemur þegar ég ít á board info. Já, þá verðum við að setja þetta á rétta númerið af COM-porti. Hvar gerum við það? Sem sagt fyrir neðan prósessor, stendur port. Og það er þar, sko, ég er ekki með það virt vegna þess að ég er ekki með það í sambandi. Er það grátt hjá þér líka? Kemur það ekki port á það? Þetta er núna að velja Nano. Já, hérna er ekki Það kemur ekki þarna. Á ég að prófa að íta á autoformat eða? Já, ég er ekki sem að það sé. Prófa að vera með eftir? Já, prófaði svo að senda forritið niður með þessum takka næsta. Upload. Já, upload. Sjá hvort það eitthvað gerist þá. Já, býtu, já. Country. Já, þá er það country. Tjekka á því, kemur eitthvað villa hérna? Hvað segir þetta? Problem uploading to board. See at arduino.cse. Það bara slóðið. Já, en sjáðu, það getur verið að þú þurfir að velja eitthvað undirborð á þessu Nano. Býtu nú við. Já, hérna kemur þetta fram. Sem sagt, processor at, prófaði að velja old bootloader. Já, ég er ekki með það. Kemur það ekki upp? Ok. En veitu, þetta lítur að vera eitthvað prógram. Þú ert með nýmra forritin en við, sko. Já. 1.8.5. Nei. Ha? 1.8.5 er nýra? Ég er með 1.8.1. 1.8.1.3. Já, við erum með 1.8.5. Já, ok, já, 13, já, þeir eru með 5. En, já, kannski er það bara einhver uppfærsla en allavega, við þurfum að vera með þetta, þá kannski bara nær engin sambandi. Það er möguleik. Já. Já.
sendir frá senda frá til Já, við ætlum að verða að Porto fyrst. Porto og stoppar og sem hvað kemur það fyrir? Það er Porto Info. já, ok. Svo í sería monitor. Sería monitor. Það að býða bara. Það virka alltaf þetta núna. Ok, og þá ég komin inn eða? Já, þá opnaðu sería monitor. Og býða, sjá hvað kemur. Og þið að fá, nú farið þið í buffer og breytið hérna. Já, þetta er bara ennþá rosa heitt. Já, það er bara hægt að hérna. Þetta er 30 ára. Það sjá að þetta virkaði alveg. Sko, það sem við getum gert að breyta hitastig. Gæti það eins með þessi hvað það er að gera? Eða kemur svo bílinn alltaf inn í þessu eða eitthvað? Já, Það sé bara að heitast að það hefur hægt að tjekkið á því. Þetta er bara að virka núna. Sko, til þess að fá hina, sko, við þurfum líklega að tengja aðra mótstöðu við NCC til þess að fá þetta til þess að virka. En færð þú allar útgáfur af textanum? Þetta er hitaði. Er allt úr kall? Það er alltaf heitt. Já. Sennilega þurfum við bara að finna aðra stærða viðnámi. Má ég þá bara íta fleira á? Við verðum bara að prófa okkur áfram. Sko, nú þurfum við bara að láta þetta ganga og þetta er bara að hitta. Breyta gildi. Þessi hérna? Já. Ég held þá bara... Þetta er að hérna, já, 26. þá breytum við gildi. Já, þetta er 30 gráður. Já. Og það er sikkert þá í bara 30 hvað maður 34 og 7. Jú, já, Og þá fer ég bara í hennar. Já, prófa að hliðtengja tvær fiskbankamóstur. þetta virka núna. Ok. Komdu þannig að þið fáið allar textar, eða mismöndi textar. Þá er það bara hlutur og hlutur. Já. Og ef þú læsir að koma og blæsta á þetta út á þessar snjó, Já, það kemur. Nei, ég ætla að setja það kemur kallt svona. Já, ok. Ég breytti bara hvernig það kemur. Já. Akkurat. og segja Það er bara, þá er þú bara að prófa þetta og taktu bara góðan eins og hann er hjá þér og límta það inn þá í verkefni og myndina af mónastöðum. Já. Það er skemmtilega að geta sínt og það er prófað. Þið takið þá bara print screen eða snippingmynd af monitornum af textanum sem kom hjá ykkur og auðvitað getið þið breytt tölugildunum í staðinn þess að við breytum viðnámum. Já, current temperature, það er það ég setur í höfum. Það er okkur að hægt. Það er light on one. Já, en breytum í 30 gráður, segir samt alltaf að hann sé á heitum. Það er eitthvað skolast þarna til á ykkur, eitthvað hefur gerst. Skilum við, þá erum við bara að byrja að prófa þetta og þá stoppa ég upptökuna. Sýni hittastigið, en samt